Dóttor Fútból heilsar á 50 degi. Já, við erum á 50 degi með vikulok Dóttor Fútból. Það er 1. maí á morgun og það er einn af þessum heilugu dögum. Já, Dóttor Fútból, við verum hins vegar á laugardagskvöldið. Já, við ætlum að koma inn strax eftir leik KR og Vals því að þann sama dag er líka leikur KA og Þórs. Leikur sem eru náttúrulega ekki verið í efstu deild. Já, í fjölmörg ár. Kunni, hvað er þetta mörg ár? 14 held ég. Er það 14? Er það ekki meiri en það? Nei, 27 er það ekki. Las ég það ekki ekki? Já, býttu það þegar Þór var uppi, já, það var KA. Já, jú. Þannig að það er orðið langt síðan. Já, þú heyrir að okkar maður með alltaf hreinum fyrir norðan er þingeyingurinn sjálfur, Eiður Smári Guðmundsson. Hvað haldið þið? Hvað segja þingeyingar? Geggjaðir. Voru ekki að fá eitthvað spánverja í Völsung? Jú, við lönduðu einum bara rétt fyrir gluggalókinga. Við vorum að loka einum og svo að segja svo Mosóbrósar. Það segja þeir gott. Skafferingar eru þessir. Það er skálúsingja. Bróðinn í frambúði. Já. Í Mosó. Haldur upp í heiðri fjölskyldunar. Hann er að halda upp í heiðri fjölskyldunar og ekki fyrsta sinn. Og væntanlega ekki það síðasta. Og væntanlega ekki það síðasta. Hann er að lyfta þarna Grettistaki fyrir Framsókn. Egil Söllin er vinur Dóttor Fútból. Þar er hægt að fara í allt og ég á vondar minningar tengdar Eiði Smára. Úr Egil Söllin, hann komst þarna einn inn fyrir og vippaði svona. Það var svona, ég hef verið svona góð 103 kíló hann í rammanum þegar hann mætti mér og ég var mjög peppaður fyrir sveitna móti markmanni og það var ég líka. Já, ég var líka búin að hlusta á því taka þessa markmannstölu. Þetta alltaf að standa og aldrei leggjast og snemma. Nei, það var ákveð að leggjast. Það var ekkert að lagt í smá stund. Þetta var einhvers konar leikur sem við vorum að safna hana fyrir mjaðmaðgerð fyrir Tómas Inga sem var þá í miklum erfiðleikum með skrokkin á sér og ég held að horfið til betri vegar hjá kallinum. Ég vona það allan síðast því ég hitt hann, þá leita bara vel út. Það var mjög ánægilegt og þetta voru allt saman fram í Egil Söllinu og Egil Söllinu þetta taka við bókunum á þessu öllu saman Túborg með Dóttor Fútból eins og alltaf. Túborg Classic er bjórinn sem að golfararnir nota nú eru vellirnir allir að opna á flegi ferð. Eru þið búin að henda ykkur í Þorlákshöfn, drengir? Nei, ég bara er ekkert byrjaður að söfla. Eður ertu búin að vera í Þorlákshöfn? Nei. Eða Sandgerði eða eitthvað svona? Ég er búin að taka Sandgerði. Já. Hvernig kunnur við í Sandgerði? Já, það var bara gaman að sjá hvað Íslendingar eru yfir sér spenntir þegar þetta opnar því það var stútfullt á vellurum. Þetta eru bara vika síðan. Já, var það grátt eða var þetta grængræs? Nei, svona fallega beislitað. Já, fallega beislitað. Var þetta gaman? Alltaf gaman. Ok. Spilaði svo engill. Já. Auðvelt. Sem að bóður ekki gott fyrir sumari. Í hverju stendur forgjöfun á hvað? 17. Við förum nýr í 12 eftir sem. Sko, ef að Eiður, bókaldið sjá Eiði í golfinu, þú veist, skilur þú alltaf vinna? Nei, bara þeir spila vel. Það er nefnilega málið, sko. Það er auðveldra skilur þá. Nei, það er skemmtilegra. Já. Maður vill ekki vera skömmustulegur. Ég vil ekki fara aftur fyrir 20. Nei, en maður verður samt skilja öllin, sko. Þá gefur rétt til þess að halda. Já. Þannig að ok, þá endanum verðum að kalla það forgjáða svindlari leiðum að spila í einhverjum móti eða með einhverjum félögum bara aldrei 20, ég er alltaf að spila með þér. Já, en ég meina maður getur bara ekki unnið í þessu sporti. Nei, það er algjörlega málið, þú veist, og mér finnst bara svo margir, maður fer á einhver mót og maður á kannski einhver draumarring, skila kannski einhver 40 punktum í hús, nei, þá er alltaf einhver sem er með 54 í hús eða eitthvað. Það er eitt sem þeir lærið í lífinu, drengir, og hafa vantilega lært að þeir sem að saka aðra alltaf svindl eru mjög líklega svindlara sjálfur. Er það ekki svolítið til í því? Ég sé svindla. Nei, ég er ekki að segja að þú Ég hef aldrei unnið golf. Nei, ég var bara að segja að Arsenal menn þeir voru að mæla hæðin á grasinu hjá Atletico Madrid. Geðvikt. Já, og það var svona dark arts að saka dark arts dark arts og veistu hvað þetta var? Veistu hvað gras var hátt? Nei. Það var 26 mm og lögleg hæð er 21 til upp í 30. Já. Það var 26. Þannig að þetta var í, ef ekki segja þetta hafi verið í efri mörgum. Voru að hugsa við náum ekki okkar típiska Arsenal flæði. Bolti rúlaði ekki, þú manns hvernig það var þegar Ten Hag mætti á Old Trafford. Hann vildi fá 15. 15 millimetrar, sko. Það var nú frægt Dóminus með Dóttor Fútból að sjálfsögðu og svo er það fitnessport sem sjá til þess að við séum í toppstandi. Nú er það peptides til sölu þar en það er ekki bara þá verður fallegri af því heldur samkvæmt rannsóknum þá sefur meira hjá stendur þarna og þá segja einmitt góð pæling en fara aðeins neðar þarna stendur þarna kynlífsstarfsemi og framistu niðurstöðuna sýndu heildarreikningu í kynlífsiðkun var 48%.
Þannig að ef þú ferð ekki í fitnessportuna þeir í peptides, þá ertu í eitthvað skrýtnum málum. Eða bara í góðum málum og það er ekki að þið halda. Það er hinn hliðin á pinningnum. Þú sérð alltaf glasið, hálf tómt. Já, ég geri það. Því miður. Það er eitthvað við þetta að svona kalt vor, það kallar okkur að neikvæðni. Nú, við ætlum að vera með spurninguna með tölvutek. Tölvutek aldrei mig vekk. Hér er ég með myndir af 4 mönnum handíkustrákar og hvað eiga þessum ágændum menn sameiginlegt? Þetta er Yaya Toure, þetta er Paul Pogba, Andri Onana og Jaap Stam. Það er eitthvað sem þessi menn eiga sameiginlegt. Minn á fjölskylduháttíðina Dr. Fútbol og tölvuteks á morgun, þar sem við ætlum að fagna vorinu með nýjum sjónvarpum, nýjum tölvum, nýjum örgjufum og nýrri Þeir hafa allir webcam. fallið á lyfjaprófi. Þeir hafa allir fallið á lyfjaprófi, segir Eiður Smári Guðjónsson. Og það er rétt. Þeir hafa allir fallið á lyfjaprófi. Eða þetta eru allt bílasalar frá Ghana. Það var svona það sem ég hugsaði. Þeir hafa allir fallið á lyfjaprófi. Hvenær fjall Andri Onana á lyfjaprófi? Það var eitthvað sem að fjalla mistalúður heilt tímabil. Já, ok. Þannig að því miður. Var hann endur eða? Já, ég var þetta ekki eindir eða þegar hann var í Ajax. Ég man ekki hvora megin hann var þegar þetta gerðist, en hann fjalla allan á lyfjaprófi. 2020. Já. Thought was an aspirin, já. Maður á aldrei kannski að taka eitthvað sem maður heldur að... Assumption is the mother of all fuck-ups. Það er bara þannig. Það er rétt. Þannig lærum við þetta. Sem að Powerranka sjálfsögðu með Netgyro og Netgyro engar viðkvæmar upplýsingar, takk, bara beint og brúum bilið saman. Við sáum stórkostlegan fótboltaleik á þriðjudaginn, það er að segja PSG unnu Bayern 5-4 og það er engin Íslendingur tekið þátt í mörgum rosalegum leikjum í gegnum tíðina eins og Eiður Smári Guðjónsson. Þetta var frábær leikur á þriðjudaginn, en ég ætla að fá þetta til að Powerranka 5 bestu leiki sem þú hefur tekið þátt í. Og, Í meistaradeild? Nei, bara á æfinni. Frá æfinni. Og hvað eru 5 bestu leikir sem þú er tekið þátt í? Ef bara svona Í fljóta bræði. Já, Það væri náttúrulega að finna all leiki sem ég skoraði, eða ekki? jú, en sko eru svona bestu leikina, því þetta var Nei, svona bestu leikirnir, rosalegu ok. leikur þarna á þriðjudaginn. Barcelona, Atletico Madrid, tíðanbilið 2008-2009. Ég held að staðan sé 5-1 í hálfleik. Já, Og það var ekkert að fara að stoppa okkur að halda áfram að meira og meira og meira. Það var bara eitthvað biluð orka í liðinu. já, Ég held að Messi hafi verið búin að sóla alla svona 3 eftir 30 mínútur. já. Og ég sagði ekki að róa okkur aðeins fram að hálfleik. Hvað að tala með þér? Já. Áfram, meira. Það var gott. Það var gott. Og hvernig endaði það? Enda 52. 5-2. Já, Sýnist mér þarna, jú. já, nei, þetta er árið seinna. Þetta er 2008-2009, þetta er 2009-2010. Það hefur verið 5 eða 6-2 minnum mig. Já, 6-1. já, 6-1. 6-1. Það sem að Good Johnson skorar þarna á 2008 mínútu og Messi. 3-5-8-18-28. er líka ágætis Þessi markaskor- byrjun var bara í ruglinu. Sko. Þetta er líka ágætis markaskoralisti Eto'o, Messi, Good Johnson og Thierry Henry sem var líka flottur í fótbolta. Og þetta er geðugulegur, ég vilja sjá, ég bara man ekki hvort ég hef séð þannig eins og hvað númer 4? Númer 4. Chelsea Bayern, meistardeild 2004-2005 tímabil Já, á heimavelli. 4-2 minnum mig. já, 3-2. 3-2. 3 eða 4-2, 4-2, já. Líka verið. Og þetta var svona því að Bayern voru bara hrikalega erfir eiga við, eins og þeir eru alltaf, yfirleitt, eitt af sterkustu liðunum. Mourinho sagði okkur bara fyrir leik, strákur, við ætlum aðeins að breyta til. Við lúðrum bara öllu fram á Drogba og svo hlaupið þið bara, hlaupið í kringum hann. Og það virkaði svona ofbáslega vel fyrir okkur. En þú veist, allt á milljón, sko, þetta var svona farið aðeins tilbaka í bara enska boltan eins og við þekktum hann hérna fyrir 30 árum. Já, bara tempo og allt í geðviki. Já. Númer 3. Númer 3 myndi ég segja Barcelona-Chelsea. Já, wow. Fyrsta tímabili mitt, 2-2, Lampard, jafnar. Er þetta Ronaldinho og Táin? Nei, hann er númer 1, sko. Já, fyrir ekki.
Ekki fá það á snemma En það er 4-2 leikurinn 2-2 2-2 leikurinn milli Barcelona Þetta er kannski ekki eins spennandi að þetta er í riðlakeppninni ennþá. Já. og þú skoraðir þetta, já, fyrir Barcelona já, þetta var geðvögleikur Kristján Breytti í Barcelona þessu manni eftir, heldur betur þetta var geðvögleikur það var eitthvað í hérna á fréttamannafundi daginn fyrir leik að Mourinho var eitthvað að kvappast yfir því hvað ég væri búin að fiska marga vítaspyrnur á Spáni eftir að ég fór þangað sagði svo bara aldrei fiskaði vítaspyrnur fyrir mig en það hefði aldrei fengið að gefa eins á Englandi eins og hér þannig var svona í að passa sig á honum En fagnaði hann ekki eins og brjálaðingur þegar Drogba jafnaði hann í lokin? Hann gerði það og maður á að gera það Er það þegar hann hleypur niður á hliðalínu? Nei, fyrir hann hleypur svo niður á hnén En ekki það merkilegu leikur þessi tvö lið fóru bæði upp úr riðlinum sko. Já, en samt Barcelona og Chelsea það er alveg ágætt sko. Hérna, númer 2 Geðbílað Guðminn almáttugur Númer 2 Númer 2 Já Þetta, ég veit ekki af hverju þessi kemur upp í huga sko, og ég er ábygglega að gera lítið úr sjálfum mér hérna en það er Liverpool úti Já 0-0 leikur Já og við þurftum bara útivallamark með Chelsea og ég er svona ég er nokkrum sentimetrum frá því að skora það bara 80 og eitthvað Já, en það er bara 90 myndir sá leikur enda 1-0 þar sem að 1-0 já og markið hjá Luis Garcia það ekki sem að var aldrei mark vil ég meina eða við Chelsea menn vil ég meina en það var bara þrátt fyrir náttúrulega ömulegt að tapa í undanúrslitum þá var þessi leikur svo tens bara í 93-4 mínútur það okkur vantaði svo lítið upp á að sláða út en á móti kemur þeir fóru í úrslitaleikinn og náttúrulega kláruðu það bara í einhverjum ótrúlegasta leik sem við höfum setið upp í sófa og horta á þeir tapa 3-0 undir á móti Mílan er það ekki sama árið? Jú, það er sama árið heldur betur og þetta er þetta rétt sleikir stöngina þarna algjörlega í lokin Nú, þið hefur náttúrulega einhverju kannski 2 mánuðum áður verið búin að vinna í úrslitaleik deildabyggisins, þannig að var smá tens milli liðana. Já, það var komin einhver rígur og er náttúrulega alltaf einhver en Chelsea, Liverpool, við vorum búin að spila svo ofta á móti þeim, bæði í þessum úrslitaleik eins og við talar Þeir voru náttúrulega alltaf eitt af liðunum sem við erum að berjast við að vinna deildina og svo dróðust við á móti þeim í meistaradeild. Já, þetta var og Mourinho var ekki mikill Benítez-fan. Og öfugt. Og svo nummer 1. Það er bara besti og skemmtilegasti fótboltaleikur sem við spila í. Það er 4-2 Chelsea-Barcelona. Já, það er leikur sem að ég held að svona flestir sem sáu hann leik. Það er svona einn af þessum leikjum sem bara svona mann... Ég er bara standið upp úr. Já. Og ég held að... Ég horfði á hann að leika kannudaginn. Eða ég segi daginn, það getur verið 3-4 ár síðan. Það sem... kom allt í henni ljós svo mörg atrið og margir hlutir sem ég bara mundi ekki síðan kvöldið. Það var eitthvað svo mikið eufóría og það var svo mikið að færum og það var svo mikið í gangi. 3-0 lifir eftir korter eða 20 mínútur og 3-2 í hálfleik og Ronaldinho með eitthvað skemmtilegasta mark sem við hefum séð og John Terry síðan vinnur þetta fyrir okkur og það verður einhvern veginn allt brjála bara á Stamford Bridge. Já, þetta var gjössanlega og Rijkaard og Mourinho að rífast og dómarinn neitaði að taka næsta leik að sér og þetta var allt í apaskíti. Sko það er eitt sem að velti fyrir sig þegar maður er búin að upplifa svona ferli eins og þú hefur upplifað. Bara, þetta eru, maður sjálfur eftir öllum þessum leikjum og bara, hvernig er einhvern veginn þegar þetta er bara búið? Þú veist, þegar þú bara þarft að vera, þú veist, það er bara soðin ísa á mánudegi og svo páskabingo á þriðjudegi. Þú veist, hvernig er einhvern veginn að díla við... Ég var að hugsa það bara núna. Þú veist, bara horfa á þetta. Þegar við erum búin að spila einhverju leiki á núkamp og annars litt og þú veist, svo bara einhvern veginn eins og ég segið. Það er soðin ísa á mánudegi og páskabingo á þriðjudegi. Já, þetta byrjaði náttúrulega svona seinnipartinn á ferlunum, það sem var ekki alveg í sömu hæðum og feiti Gríklands og fótbolta og þaðan bara finn ég einhverja gleði bara í að geta spila fótbolta og vera bara að njóta þess. Svo
svo taka bara aðri hluti við oft á tíðum maður að leita einhverju adrenalíni sem á að koma í staðinn fyrir það bara ekkert sem kemur í staðinn og það ekkert fyrir en sko það tók mig alveg einhver ár eftir fyrirlina bara, heyrðu þú bara sætt að þetta bara búið það bara eins og þú kynnti mig inn í þáttinn sko. Þetta loksins búið og við ekkert að hugsa þetta Nei, þetta samt, þetta lítur að vera rosa Ég held að ég sé ekkert svo eini sem hefur tekið einhverja dífur og ströggla bara með, þú veist, daglegt líf og finna einhvers konar metnað að drulla sér ræktina, sko. Já, hreyfa sig, skvass, rosalega duglegur, hérna svona 2-3 ár eftir að ég hætti. Svo eins og eitthvað stoppar hefur komið í mig og segja bara, heyrðu, þú ert búin að hlaupa nóg. Já, búin að hafast nóg. Já, þú ert búin að gera þitt, sko, hvað hreyfingu varðar á fyrstu 40 árunum í lífinu. Þú átt alveg skilið að slaka á. En svo þegar maður dettir í þá rútínu, þá það ekki gott heldur, sko. En þú sér boltan vera á leiðin inn í markið fyrir 90.000 manns á núkamp. Það ekki bara eitthvað svona... Já, það ekki ágætt það? Kósí tilfinning. Þetta svo geðbíla. Já, það náttúrulega ekkit... Það fátt, sko, fyrir okkur sem elskar fótbolta. Fátt sem að... Það engin betri tilfinning en að skora mörk þegar þú ert í fótbolta. Nei. Og svo þeir eru aðeins fleiri upp í stúku og í þessum búningi. Það bara ólýsanlegt. Já. Og bara náttúrulega þakkláttur fyrir að hafa upplifað en eitthvað gerði til að komast og eiga það skilið. Já, ég sko, þú náttúrulega búin að stjarna þú veist, ég vil að vita bara frá því þessi þáttur kom að Arnór bestur í Belgíu, þú veit að núti í Garði, þá má núna vita þessum leikmann á leiðinni. Það hann að, þú veit að nú að skjóta eitthvað núti í Garði og þá maður bara svona, herri, já, þessi áttur að verða eitthvað. Ef þú finnur það vídeo, núna, já. Það sem ég svona hald á lofti, lyft honum upp og skýta á markið, það pappi bara, við erum bara út í Garði. Já. Ef þú sér síðan fyrsta markið mitt fyrir Barcelona og setur all hlið. Já, einmitt. Það pínu magna, sko. Er það Villarreal? Nei, hvað það aftur? Þetta fyrsti leikur. Celta Vigo. Já, var hann á virkundi, var hann á mánudaskvöldi? Getur það verið? Getur vel verið, ég var ekki spáð í hvað degi það var. Þetta svona... Já, þetta var algjörlega, við þurfum að finna þetta. Þú ferði í hérna gullkistu Ríkissjónvarpsins og finnur Arnór bestur í Belgíu. Sýnt þar? Já, þetta var sýnt þar. Það sem að, þegar hann 7 ára út í Garði. Já. Að skjóta, þannig að... Við þurfum að finna þetta. Já, þetta þurfum að finna. En til að koma því að síðan, hvað gerir maður? Ég á náttúrulega þrjá drengi og stelpu í fótbolta, þannig að ég alltaf á vellinum, sko, eða fylgjast með eitthvað. Og tala ekki þegar ég var eins og hjá Símanum og núna ennþá bara erlendis. Veist það, ég bara í öðru hlutverki, ég bara sitja á gagnrýnina og bara, ég hef aldrei gert þetta svona, sko. Nei. Þetta aldrei gerst á okkar tíð og eitthvað svona bull, sko. Nei, maður svona, þegar maður hefur einhvern veginn upplifað svona því að, þú veist, það var yfirleitt 412 í stúkunni þegar ég spilaði, þannig að þetta var ekki einhverju mikil hæð að falla en einhvern veginn súðin ís á foreldrafundur síðan á þriðjudegi, það bara einhvern veginn, það ekki drúlega, það bara raunveruleikin. Manna foreldraráður. Já, og skiptum dekk, þú veist, þetta eins og ég segi, það hérna, þetta var frábær listi og já, þessi 4-2 leikur Chelsea og Barcelona verður alltaf í minnum hafður. Við ætlum að kíkja hans á meistaradeildina sem framfór í vikunni. Við ætlum að byrja þetta á þessum svakalega leik á þriðjudaginn með Happy Hydrate. Maður bara happy að horfa á þetta. Kreatínið frá Happy Hydrate. Heitt. Það heitt. Já, það heitt hérna. Já, það mjög heitt hérna. Það hárrétt hjá okkur. 5-4 fyrir Paris Saint-Germain. Sko, það svo sem endurist að teikum að þetta hendur úr þessu. Mér langar að hendi eina tölfræði. Manuel Neuer varði ekki skot. Þú veist, ok, það ofta ekki þetta ekki, ég áttum á því að þetta ekki handbolti. En það væri geðveikt að þú geti varið eitt skot fyrir mig í þessum leik. Voru einhver skot sem að þér finnst hann hafi 8 verri? Gat hann ekki þurft hann að skíska. Er hann farin í nærhóðni? Já, þurft hann að fara. Er það ekki af því að varnarmaðurinn að kofura það hotn í rauninni? Jó, en ég bara veit ekki hvernig hann fekk það samt út að hann myndi kofura það hotn fyrir sig. En gott og vel, ég bara svona hjó í þetta. PSG rétt slætar yfir einn í open play XG, sko. Þetta svona frábært slút, náttúrulega. Já, þetta bara frábært slút, þannig að, hérna, en jú, þú veist, þú gerir alveg kröfu á markmaður þessar bara eitthvað, þú veist.
bara klukki eitt bolta, ég alveg sammála Þetta var náttúrulega sínum tíma besti markmaður í heiminum. Hann búin að vera svona smá, þú veist, bara ef við erum mjög sengjarnir, bara hann ekki búin að vera... Ef við fáum þennan leik sem hann má segja nánast fullkomnun í sóknarleik hjá báðum liðum. Já. Ef við myndum fá nánast fullkomnun í varnarleik, hvað það þá? 0-0? Já. Hvernig fáið, það fullkomnin náttúrulega ekki til í fótbolta. Það ekki hægt að segja að einhver einstaklingsmistök hafi orðið til þess að voru skoru 4 og 5 mörk sikkurum einn. Það ekkert eitthvað sem að segir vá, sá spilaði sig út úr stöðu í varnarlínu hvorugra liða. Þannig að maður hugsar eigum við ekki bara að segja svona fótbolta að vera af því að kvöldið eftir þá komum við niður á jörðina. Og þá voru að horfa málingu þarna í Madrid. Já. Höldum okkur ég er sammála þessu að þetta var svona alltaf því fullkomnin í sóknarleik. Ég meina það eru nýtt færi sem að, þú veist, eins og ég segi, eiga ekki endalega alltaf að enda með marki. Þú veist, það var, einmitt, menn voru mjög aggressífir fram á við, en að tala fullkomnin í varnarleik væri náttúrulega, Nei, ég segi, ef það væri, þá erum við bara alltaf á markmaðurum vera allt og... En þetta eru lið náttúrulega sem hafa fengið rosalega mikið af mörkum á sig í meistaradeildinni, þannig að, þú veist, ef að sóknarleikurinn ekki óna, þá er þetta rosalega brothætt. Ég hafði bara svo gaman að horfa á 2 lið sem hugsa bara, við ætlum að sækja mörk, við ætlum að sækja mörk, út af það gengur skemmtunin og fótbolta. Ja, akkurat, en PSG er samt sem var að vaska meistaradeildtímabilinu sinni þannig, með því að vera 5-2 yfir. Og halda áfram að hlaupa svo. Það bara ekki þeirra anda eitthvað af því að þú ert... Nei, allt í góður, en þá eru þeir bara út úr meistaradeildinni. Þú er ekki alveg saman hljóð og mynd. Þú erum mikið stundum sem að káir í íslenska boltanum. Þeir hafa nú oft gert segir alls konar þessu. Tvennt ólíkt, Hjörvar. Hljóð og mynd. Tvennt ólíkt, Hjörvar. Menn með 300 milljónir á dag. Já, við getum ekkert verið að tala þetta. Þetta bara í eðli PSG. PSG ekkert að vera 5-2 og fara í einhverja handboltavörð, sko. Nei, það enginn að tala handboltavörð. En þú getur verið aðeins passívari bara í öllu sem þú gerir. En bara fögnum þessum frábæra leika því að það einhvern veginn að fara að ræða lélegan varnarleik einhvern veginn alveg ömurlegt teik eftir þann. Ég byrjaði á að tala markmann og ég fatt það núna eftir og það var ömurlegt teik. Það var enginn að ræða lélegan, þú veist, það er náttúrulega bara, ég meina, það er gefið. Það eru skoru 9 mörk í leik, þá eitthvað þarf undan að láta. Já. Er ekki sammála það? Sko, ef við bara förum í þetta Eiður, hverjir eru favorites núna farandi inn í seinnileikin? Ég held að skipti engu máli fyrir þessi lið hvort séu heimavelli eða útivelli. Ég held að gæðin eins og sýndi sig fram á við, eru það mikil þetta er bara lið on the day og það er nú ekki oft sem að tala undanúrsliti í meistaradeild þetta snýst ekki sko, yfirleitt var það að halda núllinu heima eða þú veist, ekki fá á sig mark þessu tilviki bara, það lið sem skora flest fer áfram sko, en þú ert í hérna ég veit að það er yfirleitt þannig líka en þið skilju hvað er að segja algjörlega, þú ert í meistaradeildinni og öllu þessu þegar undanúrslitaleikir eru super tense eins og hún að tala Liverpool-leikin, fyrir leikurinn var 0-0 setni leikurinn fyrir 1-0 og ég meina, svo getum við farið í þú veist, leikin ykkar á móti Manchester United 2008 sem voru 0-0 og svo 1-0 og annað slíkt, þannig að fótbolti var ekkit svona það var ekki svona eins og við sáum á þriðjudaginn sko, það væri gaman en þú varst samt alltaf með leikmenn þú varst alltaf með leikmenn í flestu liðum sem að gátu upp á sitt einstæmi búið til eitthvað úr engu. Þú veist, þú varst með Ronaldinho, þú veist, Arjen Robben í præmunu hefði getað búið til eitthvað úr engu. Þú veist, þú varst alltaf með leikmenn sem að gátu sprengt svolítið upp. Mögulega er svona formfestan í fótboltanum og þetta positional play á móti oft á tíðu svona low blocking liðum. Mögulega er það sem er svolítið að tortíma fótboltanum og því að engar hættulegar sendingar og því að þá eru við kannski illa staðsetti varnarlega í restifens og annað. Engar hættulegar, þú veist, ekki reyna einhverja snilt, heldur reynum bara að bíða eftir einhverju færi, einhverju yfirtölu. Af hverju að tala um þetta eftir 5-4 sigur PSG á bæinn? Þú varst að ræða... Ég var að tala um fótbolta eins og hún var fyrir 20 ára síðan. Þetta voru svona tensleikir. Mér fannst vera meira oft á tíðum. Það voru engir slekkir á mönnum þarna. Nei. Riðusmenn bara ákvörða þarna. Það er nákvæmlega það sem ég er að segja hér. Ég er bara að tala svona almennt í fótboltanum. Eru ekki saman það? Þessi leikur var undantekning, eru ekki saman það? Nei, mér finnst fótbolti á betri stað núna en hann hefur verið í, mér finnst fótbolti eina af þessum íþróttum sem bara verið skemmtilegur og skemmtilegur. Mér finnst það vera of fáir leikmenn í nútíma fótbolta sem að svona geta gert bara einhverja svona þvælu. Okay.
þú veist, Early Neymar þvæla, Ronaldinho þvæla, þú veist Já, ok. erum við ekki sammála það? Hazard. Þú veist, Hazard, Við sjáum ekki marga þannig. það er bara staðreynd. Er það búin að horfa á Jú, Ryan og Serki? þetta. Ég var að horfa á Ryan Serki og sáðu það hann dansaði fram hjá öllu Arsenal-batteríinu En þetta er akkurat leikmennin sem ég vil sjá. Já. Við sáum nokkra mjög skemmtilega leikmenn þarna, Kvaratskhelia, Kvaradona. Ég man ekki hvað kallar Arnar Gunnlaugsson áttu Kvaratskhelia? Ég man ekki, hann með eitthvað geggjaða nafn. Fara að skella eitthvað, hann bara svona hendi eitthvað bara, fara að skella það geggjað. Luis Díaz á líka þess að móttöku og marka eftir sendinguna frá Harry Kane. Það hefði bara verið svo mikil synd ef hann hefði bara verið hásbreytur ángstæður því þetta var svo gott og svo fallegt. En hversu mikill mútkilur var þessi ágæta kona sem var þarna á hliðalínu og ákvað að rífa upp flaggið og leiði þessu marki ekki alveg að anda eins og átti skilið? Já. En það var, ég meina, við ætlum að fara í eitthvað þannig, ég meina, ég finnst það rosa hæpið þessi vítaspyrna sem að Alfonso Davies fær á sig, sko. Ég veit ekki, þessi handaregla, sko, ég bara... Já, þetta er, í Evrópkeppninni það skiptir, ef það fer inn líkamann fyrst og svo í hendina, þá er það víti. Það er ekki í enska boltanum, þetta er ekki víti í enska boltanum, við vitum það. Já, ég er bara að tala það er náttúrulega nelt í höndina á honum bara af halvu meter, sko. Já, með þess að fyrst í lærið á hann og svo í Já. Ég er alveg samanlega, þetta var mjög bara þvæla. Já, það var sárt fyrir hann að fá það víti á sig. Ég ætla að segja að Bayern séu favorites. Ég horfði á Liverpoolið og opnaði þetta PSG-lið nokkru sinnum á Anfield eftir að hafa ekki átt möguleika gegn þeim út í Fraklandi. Og þó að Safonov sem er auðvitað eins og við höfum talað að reka gældýrabúð í Hamraborginni svona með því að spila í marki hjá PSG, þá efast ég alveg vel að þó hann hafi staðið sér vel á Anfield. Finnst þetta ekki vera gæðin sem ætti að vera að reka gældýrabúð með eitthvað svona snáka undir borði? Útlýslega? Já, finnst þetta ekki eiga að vera? Dæmi ekki fólk á útlýslega. Hvað ætti Luka Modric þá að vera? Kóti hann ætti bara að vera male model. Já, Luka Modric. Hvað ætti já, þetta er frábær pæling. Hvað ætti hann að vera? Er þetta teppabúð? Já. Svolítið teppi. Ég er að velta þessu fyrir mér. Svona geti verið svona gæi þegar geti verið ef að loftkælingin er biluð á hótelherbygginu, geti hann komið inn í herbygginu og fara að laga hann einn úr reception maður færi á trú að gæja The handyman. Já, ég hitt einhvern þannig en þetta var eins og ég segi, þetta var meiri áttar, þetta var veisla fyrir okkur sem að elskum fótbolta að sjá þetta allt saman á þriðjudagskvöldið. Svona færa okkur þá bara yfir í miðvikudaginn og Dóttar fútból með besti bitin er auðvitað þorsnakarnir frá Samherja og miðvikudagurinn, það var kannski í sama fjörið en það var samt skemmtilegu leikur, Atlético Madrid og Arsenal mættust 2 víti sem að já, þú veist, 1-1 og svo fengu Arsenal 3. vítið og mér fannst það af þessum 3 vítum eiginlega vera mesta vítið. Það var það. Sko, mér fannst vítið sem að Ykkur fannst ekki Ese vera að sækja það? Mér fannst bara vera eitthvað svona smá. Mér fannst það ekki nóg. Ok. En var það nóg til að taka tilbaka? Nei. Hugsalega ekki. Hugsalega ekki. En bara aðstæðan þetta dæma til að byrja með það. Já. Svo þetta, ég er alveg sammála með hinn, sko. Þetta er bara svona... En einhvers staðar, við erum ennþá að tala um þetta. Já. Þú veist, hvar líkur línan, hvernig hendi og hvernig ekki. Við munum aldrei finna út úr því, sko. En mér finnst bara frábær regla ef hann fyrir fyrst í líkamann og svo í hendina. Af því að þarna græðir hann ekkit á stöðun og hendina. Hafið þið séð þetta aftanfrá? Hafið þið séð hvert þetta skot er að fara? Já, það er að fara lengst frá. Þessi skot er bara að fara út í hotfón, sko. Já, svo má líka færa rauk fyrir því að sko leið og boltinn fyrir í þig á einhverjum líkamsluta að þá verður handastaðan þú veist, reaktur á það og verður öðruvísi og kannski þá lítur út fyrir að vera, hvað kallast þetta aftur í óhefbundni stöðu eða hvað sem það, ónáttúrulega stöðu. En við getum ekki alltaf hrýtið. Nei, það er ekki verið í þessu, sko. Já, þetta var, sko, Julián Álvarez á skot þarna í slána, David Raya, mjög góður í marki. Ég beri náttúrulega miklu meiri virðingu fyrir David Raya í dag en ég gerði áður en ég hitt hann, því að hann er minni en þið öll haldið. Hann er pínu lítill, hann er bara svona eins og
hann svipastór á Birkir í Búlis það bara hæðin á hann Já. Hefur séð Birkir í Búlis? Já, ég sé Þeir eru bara svipaðir Já. Þetta bara af því að það alltaf verið að segja við krakka ég held að vera ekki nú hár til þess að vera marki ég held að þetta er að hætta Akkurat. Nú þetta bara kannski besti markmann í Premier League Já. Pínulítill Það stekkur eins og kengur. Já, hann ótrúlegur íþjóttumar og með reyndar stórar hendur og allt svona en að frábæð markmaður hann David Raya og er held ég bara eitt besti markmaður í Evrópu þessar mundir Ég meina, sko, ef við ætlum að tala þú veist, það var alltaf farið í eins og ófaglegt og það nú þá var alltaf farið í beint í tengslu við PSG Bayern München það var alltaf farið í að á morgundagurinn það verður nú bara eitthvað katastróf og það hryðjuverkabolti og eitthvað svona staðreyndin eins og þessu að XG munurinn er 0,76 á leikjunum 0,76 5-4, 9 mörk 0,76 í munur í XG Já, það er ekki sem gæðin í mönnum að klára færin Eða þá, er ekki eða enn og meiri aftur gæði í verið markmunum mögulega er ekki enn og aftur verið að sína okkur hvað þessi tölfræði er mikið bull? Já, en ég meina það eru fleiri skot, það eru fleiri open play og það eru helmingi fleiri víti í þessum leik heldur en í hinu leiknum Nei, voru jafnmörk Nei, það voru jafnmörk fyrir ekki Þannig að Nei, ég meina mér fannst þetta bara mjög fínn leikur það er bara, liðin áttu sína kafla Atletico Madrid Já, liðin áttu sína kafla Það var ekkert að þessum leik Mér fannst þetta bara mjög fínn leikur ég meina, og það er sennilega að tala það Ekki farið niður á vörð Nei, það er enginn að fara niður á vörð en að tala það, að þetta PSG Bayern München, auðvitað er þetta ótrúlega mikið skemmtur og þetta er það sem að fólk borgar sín þú veist, það er að horfa á mörk og við erum allir sammála það en ég meina, þetta er ekki ég held við sjáum það alveg að þetta er ekki sustainable Hvort fannst þér við verðum að horfa á lið sem á skilið að vinna meistaradeild á þriðjudaginn alveg sama hvort liðið eða miðvikudaginn Arsenal er búin að fá á sig 5 mörk í meistaradeildinu og eru taplausir Þannig að þið finnst Arsenal að skilja að vinna Arsenal eru klárlega líklegast til þess að vinna meistaradeildinu, já Heldur að mæta í úsleika móti PSG eða Bayern það er favorites Já Hjá hverjum, í annar staðar en í höstum á þér Nei, En ég þór að veða Mér er svolítið áhært með krakkinn svo þið segið oft einhverju hluti sem ég bara oft skil ekki Þú talaður eitthvað að þetta væri ekki sustainable Ég er búin að vera að horfa á Bayern skora 4-6 mörk í allan vetur í þýsku búndislíkunni Hvernig fór þeirra að mæta Arsenal? Það skiptir einhver máli Nú? Hvaða máli skiptir það máli? Það skiptir einhver máli í hvað sæti og lendir í einhverju reyðleikjum Það var fullkomið dæmi hversu öðruvísi varnarleikur Arsenal spilaði á móti Bayern München heldur PSG Harry Kane fekk að valsa völlin bara eins og enginn væri í honum William Saliba elti Harry Kane allan leikinn og slökkt á honum Það skiptir einhver máli Auðvitað skiptir það máli fyrir Ármann skiptir einhver máli Jú, Hún er að byrja núna Hjörvar, þetta er bara rugl Hvað ætlar að vera brjálaður yfir einhver sem gerist í júní á HM? HM fótbolta byrja ekki fyrir júlí Er þið alveg handvísir að Arsenal fari í úrslitaleik? Það er klárt mál Það er klárt. Það er klárt mál. Nei, ég meina Atletico Madrid vinnur ekki á Emirates ef við erum alveg... Nei, en 0-0 og tap í vító. Ekki hægt. Jú, ég skal alveg gefa það. Það er alveg... En ég held Þannig alveg jafnteflis fnikur á þessum liðum. Já, ég get alveg verið sammála því. En mér fannst leikurinn í gær samt, þú veist, mér fannst þetta meiri skemmt. Ég get alveg viðurkennt, ég bjóst ekkert við svona mikil skemmtun. Ég get alveg viðurkennt það. Nei, ég meina, hvað mennur þú? Já, þetta var flott. Ekki farið vörð með það, þetta var fínn leikur. Það er ekki það þessu. Það var flott hjá okkur. Nei, mér finnst bara svo skrítið. Það var bara að byrja að tala það á þriðjudaginn. Já, svo eru bara hörmungarnir á morgun. Menna mæti viðtöl hérna á ríkisfjölmiðli og bara út allar koppagrundir. Tala það hvað leikurinn á morgun verið ömurlegur. Mér finnst bara skrítin umræða. Arsenal eru taplausir í meistaradeildinni. Fengu stimpilinn full snemma í vikunni. Meistaradeildin líklega alveg aldrei verið jafn sterk. Já, við erum líka fannir að rifja upp leiki frá því október í meistaradeildinni, það er allt undir. En við slumum halda áfram, við slumum kíkja hans á sambandsdeildina og Evrópudeildina sem hefst núna í dag. Það er nóg að vera þar Dóttur fútból með múrbúðinni. Það er að kíkja við múrbúð, þeir eru með alls konar gólfefni og annað en ég er spáð að fara að setja gervigras. Ég er með pall heima á mig Gunni og ég er spáð að setja gervigras á hann. Menn alltaf að detta þarna heima á mig. Já. Það er mjög sniðugt. Og þú ert líka með gutta í fótbolta, þannig að hann getur verið að halda lofti. Já, ég er nú aðalega hugsa að ég fari kannski að vippa þarna á daginn, kannski svona ímyndum mér að sé bunker fyrir frá mig og ég sé að fara að vippa yfir hann. Segjum bara 10 fermetra svæði, hvað erum við að sjá fyrir okkur? Það er eitthvað grasmotta þarna. Já. Gæti verið að skoða þetta. Einmitt. En að fá bara, hvað var til dæmis gamla fífugrasið? Fá það? Já. Já, skoðum það. Ég ætla að heyri... Getur ekki heyrt í Ásdísi?
Jú, tala við það. Jú, hún á þetta ábyggilega bótið. Já, það ekki. Við förum í þetta allt saman. Það var ekki selt á uppbóði eins og hérna Egið bút úr gamla núkamp. Nei, það var ekki. Ekki alveg sama. Það er ótrúlegt að það hefur engi komið þá hugmynd. Nei, það er allt reynt fyrir pening í fjárhagsblöðun á Íslandi. Það var ekki gert í þetta skipti. Það er staðan þannig að íslenskir fótboltamenn eru bara ekki að standa sér nógu vel í þessum Evrópukeppni. Við erum aldrei með leikmenn á einum staði í þessu öllu saman. Það eru bara 3 íslenski fótboltamenn, það er að segja kallamenn sem hafa farið í úrslitaleik í Evrópukeppni. Það eru talað bara einhver í Evrópukeppni. Eiður, Ásgeir og Arnór. Og þar með Og hver eru næstir? og sjáðu hérna, hér eru nóg af leikjum engir Íslendingar. Hver eru næstir? Nottingham Forest aðstofan, hver er næstur? Já. Það er svolítið erfitt að segja. Ég meina, Albert hefði alveg geta farið eitthvað áfram með Feigrúntína, en allavega en einu sinni erum við aldrei með í Alfred með Olympiakos eftir að þeir unnu Emirates. Já, þeir hefðu getað farið það. Sorry maður. Það var í meistardöldinni. Það var í meistardöldinni. Já. Já, Alfred og var heyrðu, eftir að fara í- býtu, skoraði ekki Alfred Sigurmarki á móti Arsenal? Jú. Í meistardeild? Jú. Jú, var það ekki í október? Varst ekki að tala um hvað það er mikilvægt að Já. halda hreinu í október? Já. Taplausir og allt það? Þetta skiptir, þetta telur allt. Hafðirðu trú á Olympiakos-liðinu í október að... Nei, meina, hafið þú trúið Arsenal liðinu þá, heima móti Olympiakos? Já, ég hafði hana. Var ekki Ospina í markinu? Jú. En nóg komið að Já, hérna. því Nottingham Forest Aston Villa og Braga, Freiburg. Það er auðvitað gaman að, þú veist, það er eins og stundum að Evrópa sé bara í DNA félaga, bara eins og sjáir undanúrslit. Nottingham Forest Aston Villa, þegar ég satt ykkur fyrir 10 ára síðan að það eru undanúrslitaleikur í Evrópukeppni, þá er það óbúinlega eitthvað hlegið. En þetta er auðvitað 2 lið sem hafa unnið meistaradeildina áður og eða sem þau unnið meistaradeildina og eru komin inn í undanúrslit í Evrópudeildinni. Eru Villa clear favorites af því að Forest eru svolítið með hausinn við fallið? Nei, eru þeir ekki eiginlega komnir frá því núna? Alls ekki konur frá því. Nei. Mjög langt frá því. Hvað er þetta ekki 60 núna? Frá... Ég held held að að þetta komið komið frá 9. Ég held að þetta sé Já. bara á milli Tottenham og West Ham. Já. Já, Ég ætla nú að henda lítsaðnin í Neinin lít sem Nei, voru að vinna nei, börnlega nei, morgun. Engar ágjur. Ah, Já, ok, allt í góðum. Svo hérna, er pjúrasta slagur í sambandsdeildinni. Rayo Vallecano og Strasbourg. Þú veist, af því að við þekkjum svo miklu minna spænska fótbolta á Íslandi, Eiður. Þú veist, maður bara sér þetta Barcelona og Real eru bara eitthvað sérdæmi. Svo ertum allir og Madrid aðeins við neða, svo bara allt hitt. Ok, og getur sett Valencia og eitthvað. Sevilla kannski með Evropaárangur. Getur þú sett Rayo Vallecano eitthvað ennst samengi fyrir okkur Íslingana? Nei, ekki beint, sko. Er þetta ekki bara Brentford eða eitthvað? Nei, það er kannski of gott. Er ekki Rayo Vallecano, er ekki rétt fyrir þetta Madrid? Ég er ekki nógu fróður Nei. hvar þeir eru staðsettir, en Voru ykkur Brentford er kannski ekkit Nei, lélegt það shot. er bara, ég held að þetta getur verið bara... En ég meina, það er líka eftir þessar breytingar á öllum þessum Evrópudeildum, saman hvað er heita, Já. þá erum við náttúrulega að sjá fullt af liðum sem við hefum aldrei heyrt áður eða þekkjum lítið til. Er þetta aumingjaveðingin? 3. deild í Evrópukeppni? Var heimurinn að biðja þetta? Já. Ég meina við Íslendingar vorum Já. að biðja um Já, þetta. við vorum biðja þetta. Minni þjóðir voru að beða um þetta. Við getum alveg verið saman á það. Shakhtar Donetsk skal maður spila þetta í Pólandi mæta Crystal Palace. Voru ykkur klúpar á Spáni, þegar ég hef áhuga á þessu Eiður? Voru ykkur klúpar í hérna á Spáni sem komuður óvart? Hvað var miklu stærri og helst eða einhvern veginn svona meira en þú helst? Er eitthvað svona, þetta er nú alveg Nei, það var hérna, kannski stemningin. Já. Svo að fara til Sevilla, Já. það var erfitt. heitt. Ég meina náttúrulega Madrid-liðin bæði, það var erfitt að fara til Madridar, alveg sama hvort liðið það var. Villarreal. Já. Er það ekki eitthvað skýta bær? Ég veit ekki hvort við getum kallað að skýta bæ, en lítill Lítill, já, og lítill klubbur. Þú varst í Sandgerði og þú berð mikla virðingu fyrir svona litlum bæjum, ég veit það. En það var mjög beislítið þarna í Villarreal. Það hérna, nei, en það eiginlega komir óvart hversu lítill klúbbur það var, frekar en stór, með við það sem þeir eru búin að afreka og ná og koma í meistardeildina og nöfnin sem hafa spilað þarna bara, spiluð þarna í seinni tíð. Heldur betur. Þannig að það var kannski aðeins öfugt. Ég held að Villarreal, þeir hljóta að vera stóri, svo kemur bara inn í einhvern 40-50 manna bæ. Hvernig bæri La Coruña? Hefur þú komið ánga? Já.
það var bara æðislegt. Bara því að Deportivo var svona einhver massíu klubur Já, þeir voru það og meina unnu deildina og fóru langt í Champions League og veist það var svona einhver kynslóð hjá þeim fyrir þá sem muna Jalminja og hvað hétta hérna Roy Mackay Mauro Silva og hvað hétta þeir voru samanlagt nýræðir á miðunni og spiluðu 20 ár saman Ivan de la Peña eða eitthvað. Já, hann var í Barcelona. Hann fór í Espanjól. Hann fór í Espanjól, svo varstu með Molina í markinu sem og hérna Albert Luque, sem fór til Newcastle. Fann sig ekki alveg þar en já, þessi leikir í kvöld allir klukkan 7 og ég ætla nú bara að óska öllum sem ætla að horfa góðrar skemmtunar þarna og endur að njótið bara í botn að horfa á Evrópudeildina og sambandsdeildina í kvöld. Drengir áriðin fer yfir í íslenska fótboltan ætla ég að fara með ykkur í aðrar íþróttir með Hertz bíllega líka bílasala. Þeir eru náttúrulega báðir að horfa á körfuboltanum þessa myndir. Eður horfa á körfuboltan? Ég veit hvernig staðan er. Allavega hjá Tindastól og Stjörnunni. Það er 2-1 þar fyrir Stjörnunni. Er þið það óvæntustu íþróttúslit seinna ára ef að hérna Stjarnan fer út úr þessu af því að það vantar 2 langbestu mennina þeirra? Hann var að segja þetta í gæran Benni Guðmunds. Hann sagði að þetta er þið ótrútt þegar þeir færi gegnum þetta því að það vantar 2 bestu gæjana þeirra. Ég svo sem er ekki hérna með þekkinguna. Þeir eru bara með frábært lið. Ég held að vera ótrúlegra ef að Íslandsmeistaralið myndi glutar niður 2-0 fórustu. Þessi leikmenn sem vantar í Stjörnuna, þetta eru víst einhverjir... Já, ég meina Ægir Þór Steinarsson, Orri Gunnarsson, þetta eru frábæri. Ég meina Ægir er bara sá besti. Já, hvað var það svona heilt yfir, jú, þá er hann líklega... Það vantar bara Pippin og Jordan í Stjörnuna. Það vantar bara Pippin og Jordan í Stjörnuna. Ég myndi nú segja að Hilmar væri nú kannski svona nærði að vera Jordan. Orri geti þá verið Pippin og Ægir er þá svona Steve Kerr. Steve Kerr, hann var svona 9. maður hann sko. Það vantar Steve Kerr í driplið. Ok, ef þetta finnir Suns þá varum við að tala að vanti Kevin Johnson og Charles Barkley. Já. Ok, við setjum þetta bara þannig. Já, setjum þetta þannig. Og í hinu viðregni er það Grindavík og Valur sem er að mætast og alveg svo stólarnir fengu þessar meðslagjafir, þá voru Grindvíkingar að fá búkarinn átt. Meðslagjafir. Já, þú veist hvað við, það er bara, þú auðvitað er gott að mæta liðum einhverju þegar að vantar besta manni þeirra. Já, eða ekki. Ég meina, það er alltaf, tala Stjörnuna bara eins og þetta sé, sko, lögdælir eða eitthvað, sko. Þetta er nú bara Luka Gasic, Giannis Agravanis, frábæri leikmenn, Seth Ledey, stórkostlegur bandarískur leikmaður, Hilmar Smári Henningsson landsliðsmaður, Bjarni Guðmann Jónsson landsliðsmaður. Þannig að það er hérna, og svo eru þeir með frábæri unga leikmenn líka, Viktor Lúðvíksson og Jakob hérna líka, sömuleiðis sem er bara frábæri leikmenn. Já, allavega, þetta verður magnað ef að Stjarnan næri. Já, það hins vegar, ég get alveg verið sammála því. Það væri magnað afrek ef þeir myndu slá þetta Tindastólsliðið út. Allt undir á sunnudaginn. Og ég held að það sé verið að hóa saman gamla bandið. Já, ég sá að Hugi Haldarsson var mættur þarna í hérna á krókinni í gær og þá vissi maður að he means business þegar hann er mættur á svæðið. Já. Hann er duglegur að mæta, en ég held að gamla bandið sé að mæta þarna á sunnudaginn. Eiður, veistu hvernig staðan er í handboltanum? Nei, það er bara mjög eðlilegt. Það er mjög eðlilegt að ég veit ekki einu svona sjálf hvernig staðan er í handboltanum. Gunnar, hvernig er staðan í handboltanum? Ég er ekki bara... Ég veit að, veistu hvað... Er ekki Haukarnir að vinna og Petur Bamrúkar er það bestu? Já, það er bara, sko... Nærið þú einhverju tíma á Íslandi sem er svona Valur Káa tímanum? Ertu farin þá frá Íslandi? Nei, þú sér þetta ekki. Ég er farin. Þetta var rosalegt hérna á Íslandi og það var allt vitlaust. Það er bara eins og ég sagði við ykkur hérna fyrir vetur. Íslenska landslið, handbolta, já, ekki beðið mig að fylgjast með rest. Nei, það er ekki hægt að fylgjast með öllu. Nei. Það verður að velja eitthvað, en ég held að allan að staðan var 1-1. Ég var með Ponsun úti og hann sagði mig frá því. Hann staðan var 1-1. Milli hvaða liða? Valur og FH. Þetta eru svona tveir rísa klúbbar sko. Þannig að hérna ég ætla að reyna að setja mig eitthvað aðeins inn í þetta. Það er 1-1 og það er leikur í kvöld. 1-1 og það er leikur í kvöld. Já, hann er niður á Hlíðarenda. Já, þannig að þetta er trýklað þangað. Ég ætla bara að óska öllum góðs gengis í þessum leik. Já. Örstuð, smassi eða pass, já, það er þetta gula sem ég er að japla hérna á eins og agalvis úlingur. Á gulana við IBVF yfir að undir 8,5 stig, 18,5 stig.
smass eða pass? Undir. Já, Ég meina undir, já. Að því gefnu að það verði enga breytingar eða eitthvað svo leis. Já. Hvað heldur Eiður? Yfir undir 18,5 stig í 22 leikjum. Ég er að horfa í svona hefbundið. Já, ekki með við byrjunina. Kannan að ekki myndi bjóða upp að Nei, smassa pass alltaf. þetta bara þeir fara ekkit yfir þennan stigafjalla. Breiðablik mun skora meira en 31,5 mörk. Gunni, smass eða pass í 22 leikjum? Smass. Algjört. Já, það er smass. Ég verði áttum á því. Alexander Linda verður hann í brekkunni á þjóðutíð. Smass eða pass? Pass. Já, þetta verður áhugavert að líka. Ég hef ákveðna samúð með mínu fólki. Nefnum framlengi dvöl sína þess. Já, nefnum framlengi dvöl. Það er náttúrulega. En bara málið er þetta þú veist, maður heyra bara erfiðleikana fyrir lið að ferðast og koma, þú veist, þetta er alveg ógeðislega erfitt. Finnur klálega til með Já, með við það sem ég hef lesið og heyrt að þá er bara ekkit rosalega mikil stemning í fólkinu. Heldur. Nei. Það er svona einhver lagði yfir þeim. Þetta er það sem að Láki gerði vel. Þú veist, hann svona náði einmitt að búa til svona smá stemmingu í kringu liðið og svo var skátingi hjá hann gott. Það er að segja leikmennið sem að sækir styrtu liðið klálega. Þeir leikmenn sem að voru sóttir fyrir þetta tímabil, þá er ég að tala erlenda leikmenn, þeir hafa ekki styrt liðið nægilega mikið og það hefur svona myndast eitthvað svona ójafnvægi. Já, það er eitthvað vesen í eigum, er ekki bara Puffin raun helgina líka í hættu, ekki þetta ferja fólk yfir og ég held bara Puffin, sko. Ég held bara, já, einmitt, ég held bara nú er fimmtudagur og það er leikur á sundaginn, ég held að Breiðablik sé ekki ennþá komið með sko farakost yfir, það er að segja, þú veist ég held að það sé ekki ennþá vita með siglingar og svona hvenær það að fara, hvort það er að fara degi fyrir og svo mögulega degi eftir eða hvort það er náðu þá flýta leiknum og þá komast þau mögulega seinnipartinn og eitthvað svona, þetta er alveg bara Svo eftir að taka veðrið inn í þetta allt. Akkurat, og mér skilst að spáin sé ekki frábær, þannig að það er náttúrulega ótrúlegt að samgöngur, ætli samgöngur hafi Ekki segja að það er árið 2026, það er síðan beðum að segja Hvað? Ég þúl ekki þegar stjórnmálamenn eða fólk notar ekki. Það er árið 2026 og það er. En ég er bara veltaði fyrir mér 20 ár síðan, ætli samgöngunar hafi ekki verið betri. Þá vorum við með bakkaflugvöll og það var væntanlega áætlunarflug. Alveg pottitt. Ég til að gera allt fyrir Vestmannaeyinga. Sama hér. Ekki, nei. Ha? Það er ekki rétt hjá þér. Já, einmitt. Skoðaðu aðeins söguna og heyrum svo aðeins. Já, það er rosalega leikir helgina og þetta stærsti leikurinn er leikur sem að þú er spila Barcelona, Real, Chelsea, Tottenham og allt þetta helsta og alla þessa slagi Eiður. Valur KR helgina á laugardagskvöldið. Frábæra leiktíma. Þú lítur að spila. Já, ég spila á móti pappa. Ég man eftir mynda á okkur svo. Er það KR talandi um skemmtun. Er þetta ekki bara eitthvað alls skemmtilegasta íþrótta svona lið sem við höfum séð bara á Íslandi? Svona, hvað var það bara svona gaman að kveikja sjónvarpinu og horfa á? Jú, ég meina Örli Blikar líka undir stjórn Óskars. Ok. Já, ég get líka satt Víkingu 2019 hann inn líka með henni, það var ótrúlega gaman. Já. Það þetta er klárlega upp þér. Það er bara geggjaði leikir. Það er einhver mikill feskleiki yfir þeim. Svo kannski maður segja að Valur er bara allt í lagi líka. Já. Og verður gaman að sjá hvernig svona feskleika KR textamóti kannski aðeins svona meira Arsenal feeling lið. Já, heldur Arsenal hvort að skemmtunin vinni eða heldur að Valsmenn aðeins tilbaka og vera þéttir og stingina og Tryggva Já, ég held að sé meira í þeirra svona uppliki og DNA heldur en Óskar og KR það er smá bara PSG bæinn bara áfram, let's go tilbaka og vera fleiri fyrir mér tilbaka og vera þettir, já, það er ekkert lið í veröldinni með herri varnarlínu heldur en Arsenal og það er ekkert lið í veröldinni sem að ítir andstæðingu sínum aftar á völlin heldur en Arsenal Heldur að mér ekki komið ljós helgina. Þá fá þér 5-0 á bökin. Hvernig endur þetta að fari? Valur KR? Ég held að Valur mæti í 5-vörn. 5-vörn? Sem er sérst þettir tilbaka. Já, ég var bara að tala um Arsenal, sko. Já, ég ætti að vera að tala um Valur. Nei, ég var að tala um Arsenal. Mér líður eins og Valur mæti í 5-vörn. Sko, þeir gerðu það náttúrulega
þú veist, þannig séð í fyrra og náðu góðum árangur á móti KR, þar sem þið breykuðu bara svolítið rætt á Okay. En svo breytaði náttúrulega þetta inn í Egilshöll, þá byrjaði þeir í 5 manna, það gengur illa, svo fara þeir í 4 manna, það gengur vel, þannig séð, þú veist, leikurinn svolítið breytist við það. Þannig að spurning hvort þeir hafi hugrekkið í það að mæta bara með sama system og þeir breyttu í Egilshöllinni eða hvort að þeir falli aftur í þessa 5 manna verð. Ég held þeir mæti í 5 manna verð. Þetta var held ég ákala skemmtilega leikur. Ég tók eftir að sportsbókin hjá Epic með 1.82 á KR sem þýðir það að þeir eru overwhelming favorites í svona leik. Við slum ekki gleyma því að við tölum í allan vetur að það voru 4 lið sem voru lélegust í íslenskum fótbolta. Það væru nýliðarnir, Þór og Keflavík og svo IBVF og FH. Þetta eru liðin sem KR eru búin að spila við. Þannig að nú reynir á. Þannig að við slum ekki... Já, ég held að þetta sé mun jafnara en þetta. Það er allavega svona mín tilfinning fyrir þessum leik. Á laugardaginn einnig leikur Þórs og Káa. Þórsararnir byrjaði þetta ágætlega með 6 stig, konum strax með 2 sigra. Káamenn byrjaði hörmulega. Og þeir eru samt favorites í þessum leik samkvæmt sportsbókinni hjá Epic. Ég ætla að mæta það. Það er uppselt. Já, ég náði að kríu út einn miða þarna. Já. Ég ætla að mæta og ég ætla að láta það segja í mér. Já. Þú held með Káa? Ég svona eftir nýjustu vendingara þá hugsa ég verði mögulega Þórsara megin. Já. Ég flakka bara þarna á milli. Ég á engan hest í þessu hlaupi en ég hugsa svei með það Óðinn Svan sem búin að snúa mér. En eina ferðina. Hvað með ykkur völara þegar þið sjáu þetta? Hvað standið þið? Ég er svona Akureyrar megin bara. Þetta er skemmt, það er uppselt af öllin. Það er ekki tótt í sko að því að fótboll þegar, þú veist, kemur yfirleitt alltaf bara liði og bara setur einhverju auka palla og treður einhverju liði, en það er bara búið að segja að það er uppselt. Þið get ekki vesla meina. Veistu hvað það, er það 1500 manns kannski? Já, ég bara, 2000 manns kannski? Ég las þetta, ég bara, fyrir 3 árum síðan hef ég munað allt sem ég las. En er þetta ekki auglýsingapartítricks? Já. Þegar þú ert með 100 með eftir, það er uppselt, þá færðu alltaf þessar síðustu 100 til að tjekka. Er öruglega, ég fann 2 miðar fyrir. Ekki þetta sé. Þetta er það markas 100-bötan að vera Já, þetta er nefnilega markas 100-bötan, sko. Ég bara glifti þetta. Já, alls voru seldi 1500 miðarleikinu. Já. K.A. fikk 400 og Þórsarar 1100. Þetta verður rosalegt, maður. Þetta verður skemmtilegt Ég held nefnilega að spáin sé bara, þú veist, einn af fáum stöðum á landinu þar sem að spáin er góð. Ég pæla alltaf þessu. Þetta er eitt óvæntastigi, sko, ég bara veðurstofa. Þið ættu að heyra í Eiður Smári Guðmundsson er einn helst mesti áhugamaður veður, svona undir 70. Þá þekki ekki marga sem hafa meiri jafnmikinn áhuga á veður og þú. Ég bara, sko, ég fylgist bara vel með veðurspá, er ekkert alltaf sammála. Þú ert alltaf með veðrið á hreinu. Já. Það er ekkert alltaf sem ég sammála. Nei, þetta er ekkert svona morgun. Og ef hún er ekki nóg góð, þá finnum við bara eitthvað aðra síður. Já. Nei, eins og ég segi, fyrir veður áhuga menn undir 70, þá endilega nálgist Eið og við viljum gott samtal svona veður vikunar og svona hvernig þetta er búið að vera. Tíðin að undanförnu, verður rigning. Þið getið heyrt í honum. Nú Stjarnan og Skaginn mætast á sunnudaginn. Stjarnan þetta er bæði lið sem á kannski ekki byrja eins vel og einhverju vonust eftir. FH framararnir böðu til veislu í síðasta leik meðan FH-ingarnir hafa verið í vandræðum og FH-ingar auðvitað gangi í gegnum smá breytingar hjá sér og já, þetta allan að byrjar erfiðlega. Keflavík og Víkingur mætast það sem að, ég þóra ekkert að segja þáttöku Gylfa Sigurðssonar. En svo er náttúrulega annað sem að við vorum að ræða að segja KR Val að náttúrulega Arnór Ingvi er líklega ekki með að það hann fer út á 30. mínútu í síðasta leik. Vitum við eitthvað um það? Nei. Ég man eftir að hann fór eins og út á í landsleik eftir hálftíma og var bara klár í næsta leik. Já, það er náttúrulega óskandi, það var gott fyrir leikin. Gott fyrir KR. Gott fyrir leikin. Gott fyrir leikin líka, klálega. Það vill bara hafa bestu gæðina inn á. Svo náttúrulega styttist ég að menn sem maðurinn sem að margir spáðu er svona mest spennandi að fylgjast með, Sigurður Breki, fer að styttast í það að hann var í hópi í síðasta leik og fer að styttast í það að hann verði klár til að spila. Skemmtilega leikmaður. Já, þetta verður áhvert og svo verður auðvitað IBVF og Breiðablik náðu ekki í sóknarmann. Glugginn er lokaður og þannig að
það eins og það allt saman. Lengjudeildin á helgina. Við svo sem ætlum ekki að hita upp alltaf fyrir lengjudeildina í öllu saman. En Eiður, þið hákaðingar, það ægismenn hjá ykkur í kórnum. Ég veit lítið ægismenn. Já, þú erum berjaður í ægi. En þetta, þið byrjaði þetta með látum móti Gróttu í fyrstu umferð, 4-1 sigur. Og þetta í rauninni skildu sigur, myndi ég segja. Á móti ægi? Já. Ekki vera að æsa ægismenn upp. Ég vil ekki fá það. Ekki vera að æsa ægismenn á það löp, en það fullt af áhugaverðum leikjum og vallararnir auðvitað mæta afturrætingu. Sá tölfræði hérna úr afturrætingi IR. Já. IR voru 20% boltan, skoruðu 7 mörk. Já. Það bara, ég neita bara að trúa að það hafi gerst áður. Það ótrúlega. Það getur ekki verið, sko. Ég veit að það gerðist, en það getur ekki verið að það hafi gerst áður. Nei, ég bara neita að trúa því. 7 mörk, sko. Já, það Voru þeir ekki bara með varnarlínuna eins og hátt? Á því Mósesbæjum. Jesus. Þetta náttúrulega örugglega, sko, ég meina varnarlína afturöldingar líklega bara svo besta myndi ég halda í þessari deild. Já, allar með bræðuna Gunnar Bergmann og Axel Óskar. Svo fóru sagfræðingar að reyna að finna út hvort að Birkir Már Sævarsson einhvern tímann ekki á sig 7 mörk á ævinni og það var svona að þeir fundu allan ekki neitt. Nei, ég veistu það. Valur hafi fengið á sig 7. Nei, eða einhvers stöðum. Jú, töpuðu 9-1 fyrir Káar einhvern tíðan. Það ekki. Valsarðin. Það var í gamla dag. Það var þarna Atli Eðvalds spilaði fyrir Káar, sko. Það var þá. Þú ert alveg bara, þú ert komin í söguna með Netgyro, sko. Þannig að það þarf að brúa bilið. Það hárrétt hjá þér, við gerum það saman. Við bara yfir í enska bolta með Volt. Já, Dóttir fútból ætlar að vera á laugardagskvöldi og ætlum að bregðast við sem leikjum fösta á laugardag og það þetta bara Leeds Burnley þar sem að Scott Parker það búið að þakka honum fyrir ágætlega unnu störf. Hann búin að kveðja Burnley sem Talað Craig Bellamy. Ekki talað Steven Gerrard líka? Við erum líka talað Steven Gerrard. Já, einhvern til að koma orku inn í þetta hjá þeim. Bellamy svolítið skemmtilega þarna. Ég ekki Bellamy bara sáttur með Wales. Jú, hann svona komin svolítið óvart, hann mjög yfirvegaður í allri framkomu sem þjálfari Wales. Ég ekki var að það sé leikmaður. Afskaplega geðugur leikmaður. Það var ekki agaður í framkomu sem leikmaður. Nei. Hann talaði rosalega fallega okkur Íslendingar líka. Já. Við ekki eftir þessu? Jú. Alveg dásama okkur sem persónur og þjóð. Hann hækkaði álitið hjá mér. Hefur hann spilað með einhverjum, hann spilað með Aron Einar eða ekki? Hvað það? Spilaði ekki saman í Cardiff? Já, Cardiff, jú. Hárrétt. Hefur hann spilað með einhverjum lögum? Nei, líklega ekki. Nei. En allavega, ef við skoðum leikina, svo það Brentford Vestham, þar sem að Vestham auðvitað, bara eins og með alla leiki, þá verða þeir að vinna hann. Góðir í sér dönskur leikmenn í Brentford, Damsgaard og Jensen og allir þessi kallar, Newcastle Brighton, sá leikur klukkan 2, Wolves Sunderland, það svona leikur fyrir pjúristana. Það svona leikur sem að þeir munu rýna í þetta. Wolves Sunderland og svo klukkan 4:30 eða senst klukkan 3:30 auðvitað nei, 4:30, þá Arsenal Fulham. Heldur að Ødegaard var meiddur í gær eða bara þreyttur? Já, ég held að hann hafi verið meiddur, annars hefði hann aldrei tekið hann út af. Þannig að það ekki gott. Sástu sprettin á Viktor Gyökeres á 15. mínútu þegar hann lagði hann út fyrir Ødegaard? Það eiginlega útrúlegt að Ødegaard hafi ekki skorað þar. En hann hélt hálfu Atletico Madrid liðinu bara, hann hélt á þeim á bakinu á meðan hann brokkaði með boltan fram á við. Það þótti mér ansi fögursjón. Það var svona Það alltaf einhver highlights í þessum leikjum. Hann finnur alltaf eitthvað skemmtilegt, eitthvað sem alltaf einhver í kafla. Þetta bara málið með bolta með Gunnar Birgis. Það verður núna eftir, hann verður alltaf á Rút 2. Það hluti sem mennlegt fólk sér ekki, hann dregur það í umræðuna og ekki missa þessu brokki þarna hjá honum. Var ekki á 15. mínútu? Jú, á 15. mínútu. Við erum bara að fara rétt eftir að horfa á þetta. Svo það Bournemouth Crystal Palace og Manchester United Liverpool, þar sem að Mo Salah verður ekki með Liverpool-mönnum. Verður áhvert að sjá hvort að Amad Diallo verði klár hjá Manchester United. Cunha líklega klár, en það verður oft verið meira undir. Og þegar maður sá þennan leik á þessari dagsningu og sagði maður með sér að þarna er þið nú allt undir. En það er það nú ekki. Getur Tottenham unnið Aston Villa úti? Nei. Ok. Nei, ég myndi nú halda ekki. Skrítin tími, klón
sundarskvöldi í Englandi 6-7. Það verður svo mikil skellur fyrir Tottenham ef að Vestam er að fara að vinna móti Brentford. Já, andlega fara síðan í leik það sem að kannski hafa ekki miklu trú að geta unnið. Hvað er þá? 5 stig? Það var 5 stig. Það er ekki gott, sko. Eiður, hefur fallið? Nei. Þú bara fekstu aldrei upplöða það? Nei. Og viljum ekkert hafa það Nei. ferilskrá. Nei. Það var ekki góðu leik með fallið deild, sko. Já. Nei, ég var hérna í smá tíma hjá Serklebrugge. Þá erum við í fallsæti þegar ég kem þangað. Rífum okkur aðeins upp töfluna en erum svona í þessari baráttu en svo nokkrum mánuðum síðar var ég bara farin. Þeir heldu sér nú samt uppi. Þannig ég er ekki einu sinni sko, þó við hafa verið farin fjall ekki með þeim heldur. Hvernig varst það að fíla að vera í fallbaráttu? Var ekki það er svolítið aðra fílingur? Ég var nýkomin tilbaka frá Gríklandi eftir að hafa 2 fótbrotna. Já. Ég bara að spila fótbolta sko. Já. Ég var ekkert að spá í... Ekkert að skoða tölur. Nei. Já, þannig að fallbaráttan Tottenham, já, þið hafði það svona andlega ef að Vestam vinnur út við þetta mútið Brentford. Ég held eins og þetta Brentford-lið er bara mjög fínt og það er bara komið tími til að þeir vinni leik. Já. Hvað er þetta mörg jafntefli? En sko... Er ekki eitthvað fárlega? 5 af síðustu 6 hjá Brentford eða eitthvað líka. Og ég meina, hann er súper hægur þessi Castellanos þarna frammi hjá Vestam, ef hann fer aðeins í Vestam-leikinn hana, svo er hann líka hann Pablo hann fyrir aftan hann er engin raketta en þeir eru með hraða á köntunum. Igor Thiago fer ekki í gegnum marga leiki að hann skora bílaðu kraftur. Nei, og þeir voru náttúrulega, þú veist, þeir voru fína. Nei, það er bara spurninga, þetta er allt búið fyrir Brentford. Já. Það er ekki, hvað er motivationi? Evrópa. Hafa ekki unnið í síðustu 7. Ég ætla eins og að segja við lið, sko. Ég held þetta sé bara árið, því miður. Tottenham finnir. Ég meina þeir eru að Leeds þar á eftir, svo er útileika móti Chelsea og heimaleika móti Everton. At best, hvað er þetta þá? 4 stig? Chelsea er þá leiðin í úrslitaleiki FA Cup, hann er rétt eftir og það getur verið eitthvað. Já, ekki vanmeta það að Chelsea vil ekki senda Tottenham niður, sko. Það væri bara, það myndi bjarga tímabilinu fyrir Chelsea menn. Hefðu þú, Eiður, viljað að Chelsea hefði haft samband við þig og beðum að taka liðin útleiktíðina? Ég hefði viljað það. En ég er bara ekkit inn í þjálfara lúpunni á þessari stundu, sko. En bara svona... Já, koti með... Getur þú hjálpað okkur síðustu mánuðina? Hjálpað okkur með ásamt, veit það ekki. John Terry eða einhverjum sem allavega byrja einhvers konar tilfinningar og taugar til klúbsins. Já, sjálfsögðu. Fannst þér leiðir þetta að við ekki verið leitað í ykkur svona þessa kynnslóð sem að kom með góðu tíman aftur á Stamford Bridge svona... Já, var náttúrulega gert með Frank. En hvort sem að með að vera fleiri innan klúbsins, félagsins. Ég er svona með annan fótinn þarna. Ég er þarna einu sinni í mánuði, annarkvort að vinna eitthvað fyrir klúbin en ekkert hvað kemur að æfingasvæðinu. Hefur talað við strák sem er að stýra liðinu núna? Nei. Þannig að þú þekkir ekki til hans en náttúrulega hann hefur náðið fín úrslit sem í þessu örfá leiki sem hann hefur þjálfað út af fín leikur bara þannig laði hjá honum á sunnudaginn á móti Leeds en það er að segja hjá liðinu hann náttúrulega gerir ekkit Ég meina, þetta er náttúrulega bara kemur með eitthvað svona hjarta inn í klúbbin. Hann? Bara, Hver? Já, ég meina, hann talaði nú bara það, þú veist, þetta var ekkit eitthvað það var ekki svo að þetta hafi verið eitthvað svona taktísk snild en hann kom inn með, þetta er greinlega bara gæi sem brennur fyrir klúbbin. Þú var Liam Rosenjor brenna eitthvað fyrir Chelsea eða? Já, ég svo sem veit ekki hvort að Callum McFarlane sé eitthvað þar sko. Það er líka því þú veist ekki nógu mikið hver sá gæi er. Nei. Það var bara hjá City og var eitthvað bara sjálfa 17 ára liðið eða hvernig sem það var sko. Þannig að ég veit ekki þetta alveg. En gæti verið stutt í fyrsta titil hjá hann. Já, hann fær City, væntanlega bílið City. Þú veist, maður gefur sér það að þeir muni rótira svolítið duglega fyrir FA Cup Final þó að sé úrslitaleikur. Það ekki, Nei, það held ég nú ekki. Ég held að Pep muni gefa Marmús, Foden, Stones, hræðilegt. Díaz. Spila þessu leikunni. Þeir muni allir fá hana leik. Trafford muni fá leikinn. Þeir muni allir fá hana leik. Ég get alveg lofa ykkur því. Trafford var sóttur sem aðarmarkmaður fyrir tímabil. Já, en hann endaði ekki sem aðarmarkmaður. Það snýst þetta allt. Á þess að spila þó. En
svona alveg í blálógin Kannski aðalmarkmaðurinn í klefa bara. Það alveg málið. Kóngurinn í klefa. Kóngurinn í klefa. Við ætlum að fara í vinnera og lúsera Dóttarfútból með 66 vandamálin útivistaföt svo sannarlega ekki eitt af því og svo eru þetta 66 líka með fatnað í golfið. Það að segja að það ágætt að vera vel klæddur í íslensku golfi. Tala nú ekki þá sem að það harðir að vera núna stættir í Þorlákshöfn eða Sandgerði eða hvað sem það Ég held að okkar menn í Grindavík séu að fara að opna núna. Við erum með ótrúlegt tilboð að ganga til liðs við klúbbinn. 45.000 kall eða eitthvað og endilega skoðið Grindavík. Ég mæli með svona anorak. Það svolítið gott að sveifla í anorak. Já. Mér finnst það betra heldur en að sveifla í einhverjum svona jakka. Alveg rendu. Já, alveg rendu. Já, þetta áhugaverð pæling. En förum aðeins í vinnera. Hver vinnur eftir þessa viku, Gunnar Birgisson? Sko, þetta frá þetta frá mánudegi? Já. Já, þetta frá mánudegi. Já. Tryggvi Snær Hlinason varð Evrópumeistari í körfubolta. Já. FIBA Europe Cup. Vann það með liði sínu, vel á. Það eru nú fleiri vinnarar. Já, við náttúrulega völdum alla menn sem voru á listanum hjá Vísi yfir einhleipin í sumarið. Völdum alla mennina þar, þannig að ef við ekki gera það saman fyrir konurnar og velja alla þær góðu konur sem þar komust inn. Ég meina einhverjar konur það sem varst með augastað og sjálfur eða? Nei, ég skoðaði svo sem ekki listan. Nei. En ég sá bara fyrir svona. Ef ekki að segja Ousmane Dembele. Já, skoraði 2 mörk á móti og svona kannski undirstrikaði af hverju. Mér varst Kvaratskhelia bestur í svona leik. Já, þetta svona 2 mörk og stóðsending hjá Dembele. Það var ekki annað á víti. Jú, það ekki að skora þeim líka. Jú. Frábær punktur. Þakkilega fyrir þetta. Já, miðað við svona samfélagsmiðla, þá myndum við nú halda að það væri nú í lagi að ég var ennþá eftir að fara þetta og ég döðskammast mér fyrir það, en Auðun Blöndal, hann fær allavega að sjátt frá mér. Já, ég heimsótti hann síðasta laugardag, það var frábært. Já. Og ég ætla að fara þarna á sunnudaginn. Hann svona þegar gamla bandið kemur saman. Hann var frábær þar, gekk að og þjónustu alla. Náttúrulega Aron Sigur vinnur eftir þessa viku. Þetta enn eitt stórleikurinn í honum. Og Óskar Hrafn. Óskar Hrafn Kristall Máni. Herðu. Þrenna á 30 mínútum. Vá. Hann tók boltan bara í hálfleik. Á móti toppliðinu sem voru 10 leiki síðan. Ekki það þakka Stalli minn, ég veit út að hlusta. 10 leiki, já þeir hlusta allir. Ekkert alveg svona gallharður Dóttarfútbolmaður sko. Já, Brann, það var flottur sigur hjá Jón Dagur náttúrulega líka, hann elskar það var sturlaður sigur og ekkert eðlilega mikilvægur fyrir Freyju og hans menn að vinna. Tromsø náttúrulega í toppsætinu og að spila best í. Ég ætla að gefa líka kannski Karl í Bretakonungi sem er búin að fara mikinn í Ameríku núna. Þegar 250 ára, þetta að segja þetta ótrúlega samband Bandaríkjamanna og Breta og Karl Bretakonungur hefur gjörsamlega búin að fara á kostum þarna úti og búin að sýna á hverju hann kóngurinn og þetta er kóngurinn. Já. Varst þú, þegar kemur bresku konungsfjölskylduna því þú bjóst nú lengi í Englandi, hver var þinn? Hver er þinn svona uppáhalds í bresku konungsfjölskyldunni? Nú ert þarna í Chelsea og gast nú alltaf labba þarna einhvern veginn við höllina og keyptir eitthvað ból eða bolla með einhverjum. Áttu þeir þinn uppáhalds? Er það Harry? Sko Harry er náttúrulega skemmtilegasta típan að fylgjast með. Er það? Já. Þú veist hvað sem það er jákvæmt eða neikvæmt. Það er miklu skemmtilega að lesa hann heldur en Vilhjálm. Já. Ég reyndar hitt Vilhjálm. Já. Villamaður. Algjör og það var akkurat það sem ég hitt hann. Við vorum alveg smá svona, þetta er líka þegar ég er í Bolton sko. Ég er Kamila Parker Bowles maður. Já. Hún hefur samt sko hennar vinsældir hafa legið upp á í seinni tíð. Hún var ekkert sérstaklega vinsæl framan af. Nei, ég stóð með því sko bara frá því bara alveg í bláberjum. Í rauninni aðal manneskjana á þessum tíma þegar ég bjóðar er náttúrulega bara Díana. Já, það er svo svo. Þú veist, og líka sko, maður fann það alveg fyrir og líka eftir. Já. Náttúrulega andlátt að það, hún er bara the one sko. Já, Karl Bretakongur, hann er fyrsta skipti vinnir hér hjá Dóttarfútból. Það var löngu komin tíma á þetta.
Við slum fara í neyða, já, hann var að reyna að, Birkir í Búlis var að reyna að fá okkur til að setja F-fóinga í lúsera. Tökum ekki þátt í því. Tek ekki þátt í því. Neyða, já, með Einari á. Já, og ég sjá, getur hugsaðar að ringja þenn veikan þegar GTA 6 kemur út, þar sé Grand Theft Auto 6. Er hann að koma út? Hann er á leiðin út, segir Ólafur Ísak Ólarsson. Ok. Nei, ég meina, ringja mig einn veikan hjá hverju. Ég vinn hjá sjálfum mér, sko. Já, þú ert verktaki. Já, ég verktaki. Stoltur verktaki. Nú, Magnús Hilmar spyr, nennir Eiður að reyma á sitt markaskóna og taka slægin með Árborg í sumar? Nei, hvorki nennin ég ger. Lítið flugvélin hann í þjálfarateiminu. Er Clubhead speed hjá Gunna yfir 100 mílur á klukkustund? Já. 103 held ég. Já. Svo eru svona alls konar spurningar. Væri þið til í aðra seríu af KF Nörd? Já. Þetta er tímalust efni, sko. Þetta er alveg frábært. Íður eru áfælega ekki séð þetta. Nei. Er þetta eitthvað þegar Logi Ólafs er að þjálfa eitthvað? Já. Ég er allt til að hlusta á Logi Ólafs, sko. Já. Djúvill erum við sammála þar maður. Nú, er einhver félagskipt sem Eiður sem gengur í gegn Eiður sem að þú sér eftir í dag? Það er Einar Þorgeirsson sem spyr. Já, er hann ungur? Hann er ungur. Já. Þeir þá sem hafa fyrst með og stók ofalega á lista. Nú fá við yfir 11 mörk í Þróttur ÍR á morgun, Gunnar. Nei, ég hugsa nú að það verði undir. En þetta getur alveg verið mörk þetta. Á Senni Lammens heima í samtalunum besta markur í heimi? Nei. Hann er frábær. Það er ekki nálægt. Já, en ekki bestur í heimi. Nei, en í samtalinu. Samtalið yfir þetta tímabil. Já. Hvað er búin að vera lengi í markinu hjá United? Hann er búin að vera í 1 ár. Það er bara 1 tímabil góður, bestur í heimi. Já, þetta er fljótt að breytast í boltanum. Hann er búin að eiga sína kapla eins og ég segi, eins og Gunni segir. Kaplar hann að hjá hann. Er komin, svo spretturinn var það ekki 15 myndu. Er komin tíma og sér dók þáttum herferð Arsenal herferð dómara gegn Arsenal. Þetta er flott spurning. Já, skemmtileg spurning. Nei, það er bara áfram veginn. Gæti, ef Arsenal heldur áfram sinni kaupstöfnu, hvort sækja er Garnacho eða Delap yfir lækinn? Hvort viltu sjá? Garnacho eða Delap? Ég held að við getum alveg gert eitthvað Garnacho. Ég held að Nú, já, menn er að biðja vídeo Hjörvar og Gunni á móti Auta og Eði Smára á Brautarholtinu í sumar. Já, ég er alveg til í það. Hefur spilað hann? Já, sjálfsögðu. Ég er klár. Þetta ekki hrifin? Meiri áttar. Já. Algjörlega meiri áttar. Picturesque. Já. Hefur farið þarna með einhverja útlendinga? Nei. Þeim finnst það bara svona wow að spila. Eina sem að er sko lappið frá fyrst yfir aðra. Það er brútal. Já. Og þú þarf bara að vera tilbúin í það. Já, maður bara... Já, fyrir líka menn eins og okkur sem eru bara með settin á bakinu. Já. Enga kerrur, sko. En það er reyndar, sko, nú heldur einhver að Eiður sé að grínast, en Eiður spila með settið á bakinu. Já. Hann er að tala um okkur, við vitum. Já, hann er 16 árum eldri en þú. Já, ég þú veist, það gerist margt á 16 árum, getur settir. En á Bormóð meistaradeildarsætinu ef að sjötta gefur ef að afsakið 5. sjötta sæti gefur meistaradeildarsætinu. Já, haldið það? Nei. Einn af hvimleiðum fylgifiskum fræðarinnar er sá að eiga sér eldihrelli. Var Auðun Blöndal fyrsti eldihrellir Eiðs? Staðfest. Já. Þetta lítur að vera AI. Þetta er, ég held þetta sé fyrir auðvitað hjá mér. Þetta er bóttið fyrir auðvitað. Já. Þannig að þetta er... Þorvaldur Freyr með spurningu við. Þorvaldur, hann er alltaf með best spurninga. Það er eitthvað alveg í lokin. Já, hann er að flytja inn þetta mange. Til Hjörvar sætt þú orfa úrslitakvöld Eurovision á RÚV 2 16. maí. Það er svo sannarlega að gera Sturlugur og Sturlugur við reyndir að heyri í þér. Það er mun Jamal vinna gullboltan yfir 5 sinnum? Nei. Það er mjög erfitt líka. Það er mjög erfitt.
Er það satt sem frændur og segja að go-to-lagið hans í Karagi sé Ironic með Alanis Morissette? Nei, ég kann textan, Já. en nei, það er ekki go-to-lagið. Ég er ekkert viss með ég held ég hafi sungið svona 3 sinnum í karaoke og ég er svo lélegur söngvari að ég fór bara all in í Whitney Houston. Já. Bara fara beint í djúpulögina, erfiðast á öllu, þannig að þá máttu vera eins asnalegur og þú vilt. Já, Always Love You þá eða? Nei, Greatest Love of All. Já. Það er bara, þú veist, alla tilfinningar þar á borði, sko. Já, ekkert að fela. Já, ég held að, þú veist, þetta er svo mikið, þetta er bara endalaust af spurningum og fannst okkur farið í lagsvið í sumar? Þegar við nú svona lítið talað um veiðina en farið í lagsvið? Nei, mér finnst svona þessi lenska að særa dýrin svona með að veiða þeim og sleppa þeim. Að mér er ekki líkað sú þróun. Nei, þannig að þú vilt fá að veiða og svo... Fá að veiða og elda í kjölfarið, sko. Já. Eða ferð þú í lagsvið? Nei. Hefurðu prófað? Já. Já. Ég er bara svo nægir saman, sko. Já. Ég einhver tímann með að bóði opnun á einhverju og flottri á og ég hef búin að setja í lags klukkan 20 mínútur yfir 8 mótni til. Þá er ég bara fín. Já, varstu búinn? Ég bara var ég út í náttúrunni eitthvað bara... Já, það er, ég er búin að prófa þetta og kannski að því ég er ekki sérstaklega góður þá ætla ég að segja þetta sé ekki fyrir mig. Nei. En ég sé það ekki fyrir mig að kasta flugu. Jó, ég er með tvíhendu, sko. Það er ekki margir, ég er hér. 2. Það er flestir eru hérna. Já, og taka hérna 2. Flestir eru hérna, hvað gera þér með hinn? Þetta er náttúrulega... Já, en ég er með tvíhendu. Já. Það er ekkert margir í því. Það er, ég skal bara sýna þér það þegar við komum út í á. Þið vissum að þú veir ekki á spún bara. Nei, það er tvíhenda er þekkt dæmi. Alveg ekki að heilina trillta, sko. Það er svo sem ekki, tvíhendan er ekki fyrir alla. Og við þessar að slúta þessu hér hjá Dr. Fútból. Þetta eru vikulók Dr. Fútból. Við erum auðvitað verið það 1. maí þennan dag sem að bræður okkar börðust fyrir á sínum tíma. Það nú hafa þetta bara frekar einfalt í dag og ég treysti bara á svona nokkuð gott tempó frá strákunum. Dum, 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 dum. Það held ég. Já, spilum El Grande minni á það að Gordon rakvélin sem er 12 cm er ekki ætluð í boltaland. Bara á andlitið, það er sér rakvél fyrir boltalandið. Og það sé alveg á hreinu. Já, hér topikið er hérna enskir leikmenn sem hafa spilað í hinum topp 4 deildunum. Það er að segja Ítalíu, Spáni og Þýskalandi. Og þetta er náttúrulega ótrúlega margir leikmenn í dag. Hér áður fyrir fóru englendingar ekkert út fyrir England. En núna hoppa þeir út allar grundir. Ég ætla að leyfa og margir á launaðastu leikmenn í þessu. Englendingar sem hafa spilað á Spáni, Ítalía, Spán, Þýskaland. Það eru hinar topp 4 deildnar. Það er að segja að það eru 4 toppdeildir í Englandi. Já, og ég er að spila englendingar sem hafa spilað á Ítalíu, Spáni og Þýskalandi. Ég ætla bara að leyfa Gunnari að byrja. Já, og eða. Já, þetta er allt þrennt í bóði. Ég er bara að fá gott tempo, ég ætla að fá fullt af nöfnum og ég ætla bara svona að treysta á bara að sjá, svo dettur einn út bara. Harry Kane. Já. David Beckham. Já. Jude Bellingham. Já. Kevin Keegan. Já. Owen Hargreaves. Michael Owen. Chris Smalling. Jonathan Woodgate. Chris Smalling, það var geðveikt svar. Það er ekki alltaf góður hérna. Fara hans í Real Madrid. Já, herru, Steve McManaman. Já. Ashley Cole. Já.
gefum svo aðeins Marcus Rashford. Tammy Abraham. Fáum inn einn svona gamlan og góðan hérna Býta aðeins, skeðu mér aðeins. Já, ég ætla að gefa smá, ég gefa smá. Þetta svo lélegt, sko. Nei. Má ég hjálpa þér? Nei, ekki hjálpa mér, ég vil ekki hjálpa mér. Hérna, ég ætla að segja Gareth Bale. Nei, hann náttúrulega ekki englendingur. Ég ætla að segja komin á Yellow. Þetta svo lélegt, sko. Ég tengi alveg við þetta, þegar maður einhvern veginn undir spotlight. Joe Cole, nei. Spila hann eitthvað Hann spila Fraklandi. Það góð til við, þeir eru nú 15 bestu þjóðin, þannig að þetta nú velgjert. Já, velgjert. Ég á ekki til eitt auka tekið orð með þess. Nei, mér heyriðist líka svo Eiður ætti... Já, svona 3 held ég, núna. Já, ekki gefa þetta á eftir, Gunni. Jú. Í þetta skiptið. Ég svona, það komin ángríns, það komin svona 3 ár síðan ég vann síðast Elgarandi. Menn geta... Nei, þú vannst, við vorum með NBA daginn sem þú tókst hann og pakkar og saman. Bara rólega þetta. Já. Þannig að það eru síðast þegar Eiður var hérna og Steinn Lágan. Það er svo, ég held að þú hefði sagt. Nei, að setja nokkara niður á blað, bara svona... Núna, Jadon Sancho. Viltu Jadon Sancho? Já. Loftus-Cheek? Já. Callum Hudson-Odoi. Bukayo Tomori? Ég fyrir alltaf að vísa David Platt og Des Walker og mína menn, sko. Ég átti þá inni líka. Ég fór bara að hugsa ég byrjaði strax sko á Arsenal og það var kannski mistök. Ég byrjaði strax bara að hugsa enska leikmenn í Arsenal. Já, þeir voru ekkert mikið... Nei, þeir fóru ekkert síðan. Maitland Niles fór eitthvað til... Var það til Frakklands, eða? Já, var það ekki? Já, fór ekki til Lyon. Já, fór hann ekki... Lyon að maður segja eitthvað. Já, var ekki Nigel Winterburn í AC Milan líka? Úr. Veistu hver það er? Já, ég veit hver Nigel Winterburn er. Hann og Lee Dixon saman. Jú, hann var eftir þessu allt saman. Þetta er hérna... Þetta er ekki gott. Þetta er Gary Lineker, já, ok. Gary litli Lineker. Jæja. Mér var samt margt gott, þetta Chris Wood, nei, hann kom að Chris Smalling. Við áttum eftir Glenn Hoddle og Chris Waddle. Það var alls konar típar eftir, sko. Já. Mark Haitley var hann aldrei, nei, hann var bara Rangers. Nei, hann var í AC Milan. Hann var í AC Milan, en hann var ekki í úrvalsdeildinu, það? Nei, ég ætla bara einhver einlíka, sko. Já, var hann með þeim í B-deild, AC Milan? Nei. Hún með Ray Wilkins. Jamie Vardy að sjálfsögðu. Dele Alli. Já, fullt þarna, sko. Já, svona eftir á heikja. Já. Svo var eitt enda sem var svolítið svona frumkvöld fyrir svo 10-15 ár síðan, hérna Mancien, varnarmaður sem kom frá Chelsea. Michael Mancien. Já, spilaði með honum í Chelsea. Já, einhvern veginn varði ekki alveg... Hvert var hann eftir? Hamburg? Eitthvað svo leiðis, já. Það sem að það fór, við þökkum kærlega fyrir okkur í dag, njótiði helgarnandi geðveik íþróttahelgi framöndan, saman hvort að þessi fótbolti, handbolti eða körfubolti spila út allan heim. Góða skemmtun. Takk fyrir okkur, verið sæl.